Mikið rosalega ég ánægður með Guð minn. Ég hef bara enga umkvörtun. Hann hefur reynst mér einstaklega vel. Ég hef komist að einu með Guð minn. Jesús, hann lifir. Og hann, ekki bara hann lifir, hann elskar okkur. Og mitt í því að hann elskar okkur, þá vill hann blessa okkur. Og hann hefur svarið með eiði að hann muni blessa sæði Abraham sem við erum. Hann hefur svarið með þess með eiði. Hann ætlar að vera með þér, hann ætlar að knýja þig áfram, hann ætlar ekki að yfirgefa þig í kringumstæðunum. Hann hefur svarið með eiði og hann sór þetta við sjálfan sig að því hann hefði engan aðri til að sverja við. Það er algjörlega fullvitað að Guð mun bakka þig uppi. Það er algjörlega fullvitað að hann skilur þig ekki eftir. Hann sór þess með eiði og þetta segir Hebreabréfið á að enda allar umræður það eða vangaveltur hvort að við eigum er Guð Guð, hann er. Hann elskar þig. Hann vill blessa þig. Hann vill setja þig frjálsum frá öllu sem bindur, öllum hugmyndum, öllum vangaveltum, þar sem að þú fundist að orð Guðs hafi brugðist, að þú hefur heyrt eitthvað og þú hefur ekki séð hlutina átt koma fram eins og þeir hefðu viljað að koma fram. Þú hefur ekki séð trúðina og opinbera það sem þú hefði viljað. Af einhverjum ástæðum þá er eins og hlutirnir hafi ekki virkað og þú byrjar að taka upp alls konar mannaðaðferðir í staðan fyrir að reiða það orð Guðs. Fagnaðarendi kraftur Guðs til hjálpræðis til hverjum sem trúir. Hann gaf okkur ekki bara hreina nútíð og endislega og vonaríka framtíð, hann gaf okkur líka nýja fortíð. Hann vill blessa þig, hann vill leysa þig frá hverju sem bindur þig og gefa þig nýja von til að lifa. Nýja von, lifandi von. Þessi von er hann sjálfur, hann gaf sjálfan sig fyrir hana. Ég ber ykkur kveðju frá Sigurbjörgu, leiðtoganum sem fæddi fram þessa kirkju. Mér finnst hún æðisleg. Hún er systir mín. Ég er svo stoltur af henni. Gaf henni að vera í samskipti með hana og manninn hennar. Það er ákveðin skýr tilgangur. Ég þakka þér fyrir Halldór, hvað þú sagði, þessi fallegu orð sem þú lést fallegu með henni í upphafi. Það er ákveðin skýr tilgangur, aðgreindur skýr tilgangur fyrir þessa kirkju. Hún er einn af ástæðu. Það er enginn sem gengur inn í neitt í Guði fullkomlega. Sjáðu til, ofta tíðum þá höldum við að við förum inn í framtíðina með því að við gerum tímanlega hlutina rétt og við tökum tímanlega rétt skref til þess að nálgast þennan stað sem er hérna there. There's a place called there, segir á ensku. There's a place called there og síðan segja þær ekkert hvar there er og síðan, that's there somewhere. En það er þessi ákveðin stað þér og þú þarfst að taka allar ákvarðanir. Það er þannig að Guð, hann segir í gamla sáttmála, hann segir, ég dreg ykkur til mín og strengjum kærleikans. Ég dreg ykkur til mín. Og þetta eðli Guðs hefur ekkert breyst í mismunandi tveimur sáttmálum. Hann dregur okkur til sín, hann elskar okkur, hann dregur okkur til sín, hann kallar okkur með sinni eigin dýrð. Þú ert ekki að koma með hana. Og eigin dáð. Sjáðu til það eru tveir sáttmálar. Ég ætla að biðja gefnum að setja Hebreabréfið 10, 1-4 hérna upp á vegg. Sjáðu til í Gamla testamentinu, það er sami Guð í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Það er sama vonin, það er sama löngunin til þess að eiga samfélag við mannin, leiða mannin út úr einhverjum skugga, út úr hlutum og kringumstæðum þar sem að býr til af reynslu, hugmyndur sjálfan sig. Þess vegna kemur fagnaðarendi og þá segir þér þetta hérna, reynslaðin og hugmyndirnar sem hafa byggst í huga þér sjálfan þig eru ekki niðurstaðan sem ég kom að. Ég gaf son minn. Hann vil gefa þér nýja von til þess að lifa. Það eru nýjir tímar á Íslandi. Það eru nýjir hlutir sem að gerast á Íslandi. Ég hef aldrei verið jafn fullur af von fyrir landið mitt eins og þessum tímum sem við lifum á í dag. Í Gamla testamentinu þá segir þetta svona, og ég ætla að lesa hérna úr hérna víðfræði gamalli bók. Gott að eiga þetta leiðsögurit í lífinu.
En þetta ekki blegsverta, þetta andi og þetta líf. Þá það Hebreabréfið, 10. kafli. Lögmálið geymir aðeins skugga hins góða sem í vændum. Nú tíminn, hann talar fyrir Krist. Ekki skýra myndas. Ár eftir ár eru bornar fram sömu fórnirnar sem geta aldrei gjört þá fullkomna til frambúða sem ganga fram fyrir Guð. Annars hefðu dýrkendurnir hætt að bera þær fram. Dýrkendurnir hefðu þá ekki fram að vera meðvitandi synd ef þeir eru eitt skiptir og öll orðið hreinir. Ef þeir á því eitt skiptir fyrir öll orðið hreinir. Alltaf minnast á, þetta ekki fullkomnað. Þetta ekki fullkomnað. Þetta ekki greitt að fullu. Þetta ekki fullkomnað. Þetta ekki gengið frá þessu máli. Þetta opið ennþá. Þetta í opnu ferli. Fórnirnar eru bornar fram á hverju einasta ári. Aftur og aftur og aftur og aftur og aftur sömu fórnirnar. Og þú meðvitur já, ég veit. Þegar óvinnurinn kemur og segir við, herri, þú gerir þetta, þú gerir þetta, þú gerir þetta, þú gerir þetta. Þá þessi meðvit, já, ég veit. Og það sem hún getur gert þá getur þú tekið með þér til dæmis bara lamb og þú tekur með þér lamb og þú kemur með það fram fyrir prestinn og Teddy Leviti, hann tekur á móti fórninni frá þér og hann segir, svolítið lélegra heldur en í fyrra, rýrt hjá þér, ég veit ekki alveg hvernig þetta og hann leggur hendina í ofur einföllin, þá leggur hann hendina á sauðin og hann leggur hendina á þig og það tilfarsla á syndinni. Tákrænt frá sauðinum eða lambinu frá einstaklingnum yfir á lambið. Það þessi tilfærsla. Og Davíð, hann sagði þessa hlut undir lögmálið, þá sagði hann þetta, ég kem aldrei tómhendur fram fyrir Guð. Og hann var gefið einhverju hluti, hann gefið einhver til þess að fórna. Hann sagði, ég ætla ekki að fórna einhverju sem kostar mig ekki neitt. Það gamli sáttmálinn. En þegar við sjáum þegar Abraham kom með son sinn og hann hlýddi Guði sínum, hann vaknaði, Guð talaði til hans að kvöldi og morguninn þá lagði hann af stað með son sinn Ísak til að fórna honum. Hann fór og hann ætlaði að gefa fyrirheiti til Guðs. Hann kemur og þeir fara og strákurinn spyr pappan svona svolítið á leiðinni, hann byrjaði aðeins að efast pappa sinn í fyrsta skipti kannski. Herðu pappi, hvar fórnin? En hann sagði trú, Guð mun sjá fyrir fórninni. Síðan þegar hann ætlaði að fórna sinninu, þá heyrist engil röst af himnum. Hann segir ekki gerast þeir sveininum ein. Og hann lítur upp og hann sér sauð, fastan í þyrni þykni. Hann tekur og fórnar hinni sönnu mynd að lambi Guðs. Þegar Jesús kemur inn til Jerúsalem fyrir öllum þessum árum síðan, þá kemur hann inn til Jerúsalem og öll borgin í uppnámi hans vegna. Þeir eru að taka fötin sín og henda hann fyrir hann. Þeir setja pálmaviðagreinar og henda þeim götuna. Þeir segja Hósanna, Hósanna, blessaði sjá sem kemur inn nafni Drottins. Öll borgin tekur á móti syni Guðs. Borgin og sonurinn eitt. Hann konungurinn sem kemur til borgarinnar Jerúsalem. Hann í fullum krafti, blessun Guðs svarar yfir honum. Farisearnir get ekki gert neitt, það getur enginn snert hann ósnertanlegur. En hann segir þessi sérkennilegu orð, nú tími myrkurs. Hann biður svona bænar sem við biðjum ekki, við segjum ekki, nú tími myrkurs, nei við viljum ekki biðja þeirra bænar. Nú tími myrkurs og hann sagði höfðingi þessa heims hann kemur. En í mér á hann ekkert. Ég mun slá hirðin. Og sauðirnir munu tvístrast. Þetta fyrirheit úr Gamla testamentinu. Hann sló sjálfan sig. Við erum átt okkur að því þegar þessi fórn átti sér stað, þessi alfórn sem breytti tímanum úr tákmyndum yfir í hið eilífa. Það sem að fórna var ekki lengur þörf við. Þegar þessi breyting á sér stað, þá fórnaði presturinn sjálfan sér. Núna, eins og Davíð sagði, ég ætla ekki að koma tómhentur fram fyrir Guð, en núna komum við tómhent. Við komum tómhent fram fyrir Guð, af því það Guð sjálfur sem fórnaði sinni sínum. Þetta munurinn. Þegar verður breyting á prestdóminum, þá verður breyting á lögmálinu. Hérna þegar Hebreabréfið talar lögmáli, þá það ekki að tala lögmáli Móse, eða þessi breyting á lögmáli Móse, heldur hvernig Guð gerir hlutina, hvernig það breyting á sáttmálunum. Og það sáttmála ferlar sem breytast. Og þannig að hérna Kristur Jesús og hann gefur sjálfan sig sem fórn fyrir mig og fyrir þig, eilíf fórn. Og við getum komið fram fyrir hásæti náðar hans með djörfung.
Hvernig passar þetta? Að við komum með djörfung fram fyrir hásættu náran og hljótum náð og miskun á hentugum tíma, að það þá tíma sem við þurfum á að halda. Við komum ósek fram fyrir Guð. Af hverju þurfum við á miskun? Við erum miskun vegna þess að það er einhverju ferlar sem eru byrjar að komast að stað í lífi okkar. Einhverju ferlar sem segja okkur að hlutinni sé ekki eins og hann segir að þið séu. Það sem við byrjum að framkvæma samkvæmt því sem okkur finnst og við byrjum að uppskera eða fá tilbaka eitthvað sem við viljum ekki uppskera. En það sem við gerum í staðinn, við tökum okkur til og við komum fram fyrir Guð og vitum að við getum komið fram fyrir Guð eins og Jesús kemur fram fyrir Guð. Við höfum þennan aðgang, það er búið að vígja okkur leið og við játum frammi fyrir honum. Við þurfum á þér að halda. Takk fyrir að þú tókst burtu syndi mínar á Golgata. Þú tókst sjúkdóminn minn, þú tókst meiðið mitt, þú fórst með það á krossinn. Og ég þakka þér fyrir að ég get komið með djörfung, ég get komið uppréttur. Ég kem ekki niðurbeðið, ég kem uppréttur til þess að það stoppi það sem ég er búin að uppskera eða ætti að uppskera. Og ég fá að uppskera það sem ég sáði ekki. Þegar við horfum á þetta svona sumt orðalag og við höldum að þetta sé rosalega kristilegt. Eins og það er lag með söngvara og tónlistamanni heitnum sem hét Lou Reed og hann gerir svona frekar þungt lag sem heitir Perfect Day og þetta var lag sem ég hlustaði á sínum tíma og þú veist, og textin segir svona You're gonna reap just what you sown. You're gonna reap what you sown og svona, þetta er svona kristilegt. Þetta er svona kristilegt, en þetta er ekki það sem að Kristur kom til að gera. Hann kom til þess að við myndum ekki uppskera það sem við sáðum og uppskera það sem við sáðum ekki. Ég vil kirkju mína tilbaka. Jesús vil fá kirkju sína. Þegar Biblían talar að hans í höfuð kirkjunar, þá er hann ekki, það er ekki svona einhver, já, þetta er svona einhver svona súralistík, metaforísk myndlíking sem ég meina ekki. Það er ekki það sem Guð er að segja. Þegar Biblían segir að Jesús sé höfuð kirkjunar, þá er hann meira að segja passa postuli sig á því að hafa þetta ennþá skýrar og það sem er inn í höfðinu, það er hugurinn. Og hann segir við höfum huga Krist. Ég sé fram á kirkju, sé kirkju á Íslandi sem er God-governed eða knúin áfram að Guði. Að við séum knúin áfram að því sama og Guð er knúin áfram. Guð er knúin áfram að kærleika. Hvernig vitum við það? Hvar er versið fyrir það? Því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn engilinn til þess að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur af eilíft líf. Hann sendi ekki soninn í heiminn til þess að dæma heiminn. Hann sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að heimurinn myndi frelsast fyrir hann. Hann myndi fá líf. Og síðan segir reikningin að það er kærleikur Kristi knýr okkur. Það sé sama sem knýr okkur og knýr Guð. Þannig erum við samverkamenn í staðan fyrir að vera að vinna fyrir Guð, þá vinnum við með Guði. Það er munurinn þessi tveir ólíku heimar, annars vera trúrækni eða trú. Annars vera að ganga með Guði eða bara ganga fram í einhverju að reyna að gera eitthvað fyrir Guð. Þessi syndar meðvitund sem að Hebreabréfið hérna talar um. Ef við skulum halda áfram að lesa þetta, í lögmáli geymir að skugga hins góða sem er í vændum en ekki skýra mynd þess. Ár eftir ár eru bornar fram sömu fórnir sem geta aldrei gjört á fullkomna til frambúðar sem ganga fram fyrir Guð. Annars hefðu dýrkurnir hætt að bera það fram. Dýrkurnir hefðu þá ekki framöfra meðvitaður um synd. Það er ekki hætt að vera meðvitaður um synd. Hér er gamli sáttmálinn gerir menn meðvitað um synd. Ef þeir hefur eitt skiptir og öll orðið hreinir. Ef þeir hefur eitt skiptir og öll orðið hreinir, en erum við hrein? Ert þú hrein? Eða þarf við fleiri fórnir? Varst ekki eitt skiptir og öll hrein eða hrein? Ef þeir hefur ekki orðið eitt skiptir fyrir öll hreinir. En með þessum fórnum er mynd á syndindar hvert ár. Því að blóð nauta og hafra getur með engum og móti numið burt syndir. Ef við förum í 19. versið að gefn. Vér megi nú bræður fyrir Jesú blóð með djörfung ganga inn í hið heilaga, þanga sem hann vígði oss vegi, nýjan og lifandi veg í gegnum fórtjaldi, þar að segja líkama sinn. Við höfum mikinn aðstaprest yfir húsi Guðs. Látum því oss ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtu, öruggu trúnaðar trausti, með hjörtum sem hafa hreinsuð og eru laus við meðvitund synd. Með hjörtum
sem eru hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitund synd. Það sáttmálinn. Ekki meðvituð hið gamla. Guðjón Ingi vinur minn, við höfum gengið saman og við erum vinir í mörg ár. Hann sagði, veistu hvernig, hann sagði við mig fyrir mörgum árum síðan, Benedikt, ég að segja það svolítið. Hann sagði, ok, segðu mér hvað ætlar að segja. Já, það svoleiðis. Veistu hvað gerist ef maður er fallhlífastökki og byrjaði að kenna mér fallhlífastök, hann sér lífið í gegnum fallhlífastök. Og hann sagði, veistu hvað gerist ef maður ætlar að lenda í ánni? Maður lendir í dal og maður ætlar að lenda í ánni, veistu hvað maður lendir? Og ég vissi að þetta var svona eitthvað trikk, sko, þannig ég sagði náttúrulega, ég veit ekki. Maður lendir í ánni. En veistu hvað gerist ef maður ætlar ekki að lenda í ánni? Þá lendir maður í ánni. Hérna þarftu hjálpræði. Ef þú ætlar ekki að lenda í ánni, þá lendur í ánni. Og ef þú ætlar að lenda í ánni, þá lendur í ánni. Og nú, það er bara ömurlegt, ógíslegt og hræðilegt og það er ekkert hægt að gera og þú lendir bara í ánni. Ég lendir bara alltaf í ánni, ég er alltaf svona manneskja, ég er bara þannig, ég lendi alltaf í ánni. Alveg saman hvað ég geri, ég lendi alltaf í ánni. Ég er alltaf blautur bara. Rennandi blautur og bara ískalt og rennandi blautur og þetta er alltaf svona bara og allt sem ég geri þá lendi ég bara í ánni. Nema þú sérð nýjan stað til að lenda. Þú ert að sjá nýjan áfangastað til að lenda og það er hérna sem fagnaðarendi kemur inn og þú segir, veistu það er annar áfangastaður, það er annar staður sem að þau eru gefin og hann er í þér, þú ert eitt með honum, hann heitir Kristur Jesús og hann lendi ekki í ánni. Hann lendi ekki í ánni og af því að hann lendi ekki í ánni þá fram fyrir Guði þá hefur þú aldrei lent í ánni. Þú ert hrein eða hrein, þú hefur verið lauguð, þú verið hreinsuð. Við segjum í kristnu heiminum, já en bara fyrir blóðdrottins, bara fyrir blóðdrottins, sem við höfum gjörðir réttlæti Guðs í Kristi Jesú. Já, vegna blóðsins, einungis vegna blóðsins, en við erum réttlæti Guðs í Kristi Jesú. Hann kom ekki heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að við mættum verða réttlæti hans. Hversu fallegt þetta er. Þegar ég hugsaði hversu góðu Guð er, þú veist, ef maður ætlaði, ég var einu sinni í kirkju, ég var í biblíuskóla í Bandaríkjunum í Kaliforníu og ég var vitni að ofsalega skemmtilegu matburði. Það var gaur sem sat með svona blað sem hann hafði greinilega útibúið eða fengið frá einhverjum öðrum og hann var að gefa einhvern predikaranum. Hann var svona, þetta var svolítið lélegt hérna, bara 2. Svona, það var ekki alveg nógu gott hérna og hann var að gefa svona einhvern. Ef ég ætti að gefa Guði mínum einhvern, þá ég ætti að segja hversu stór Guð er, hversu mikill Guð er. Þá myndi ég segja ekki það að hann hafi unnið í lífi vina míns Bjarka eða Hilmars, ekki að hann hafi átt einhvern kall sem var með hét Mósi og hann setti bara svona einhvern staf fram og síðan bara var að labba allir yfir og ljótu kallinni dó í hafinu, sko. Ég er ekki að tala um það. Mér finnst það svo merkilegt að hann sé meiri heldur en mínu upplifun, meiri heldur en það sem ég segi og benda á, ég lendi alltaf í ánni, ég er alltaf að lenda í ánni, þess að stöðuga tilhneigingu til að lenda í ánni. Það sé raun og veru, ég frelsaði frá því og gerir mér ekki grein fyrir að ég er meira örlega trúar heldur en kristinn. Að ég sé meira meðvitaður sjálfa mig og þau ferla mistaka sem ég hef haft í mínu lífi. Að ég frelsist frá þeim. Þetta heitir örlagatrú. Þetta heitir örlagatrú. Ég er alveg viss að ég enda á þessum stað. Já, Jesús dó og það er yndislegt. Jesús er frábær og hann er yndislegur og hann er. En ég veit hvar ég enda. Ég enda bara eins og pappa og mamma. Ég hef alltaf klikkað og ég mun alltaf klikkað. Þessi meðvitund er ekki þegar þú lítur á hversu ofsalega fallegur hann er. Það sem mín skilgreining á því hversu mikill Guð er, það lítur að vera það sem ég get sagt mest og feitast halleluja yfir. Og það er fólkið í þessu hérna. Vá, hvað þú ert góður að vera Guð. Þú veist, það klessast alveg halleluja, maður segir bara vá. Og síðan getur maður ekki einu sinni lyft höndum einu sinni. Bara svo, vá, hvílík von.
Ég setti því í stöð að vera félagslegur ráðgjafi eða einhvers konar eitthvað annað eða fóstra. Ég vil sérst fóstra mín. Ég var svo gott að hafa fóstru þegar ég var í leikskóla, þegar ég var lítill. En leyfi Guð að vera Guð og fá að horfa á þennan sem elskaði mig og dó fyrir mig. Það ekkert sem gerist annað en tímalaus von. Bara wow. Ég þarf ekki aðferði manna. Ég fengið þetta. Guð ákvað að setja kraft sinn til að hjálpa manninum inn í það að sagan hvað Jesús gerði, þá myndi hann staðfesta það með því að hann myndi hjálpa þeim sem heyrir. Hann staðfestir söguna og sagan hjálpin út úr þínum kringumstæðum. Sagan Jesú Krist frá Nasaret, sem fór og gjörði gott, smurður heilugum anda krafti, læknaði alla þá sem voru undirokaðir af djöflinum. Fagnaðarerindið, og Páll segir, ég fyrirverð mig ekki, ég skammast mér ekki fyrir fagnaðarerindið, því að það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum sem trúir. Jesús vill kirkju sína tilbaka. Hann fær ekki kirkju sína í raun ef við segjum við erum skítu eftir blóðið. Hann fær ekki kirkju sína í raun ef við segjum ég er alltaf bara að lenda, alltaf í ánni. Ég er svona árbakka pjakkur sem er alltaf bara, ég er svona slímat og ég er að reyna að komast upp úr ánni. Síðan fer ég bara niður og rek hausinn í og fæ enn eina kúluna á andlitið. Allir blóðugur í fram, ég hef bara all mín ætti hefur verið blóðugur í fram, hann að rekjast niður einhver á, lenda alltaf í ánni, alveg sama hvað ég geri, það er alltaf svona með mig og síðan byrjar skilgreiningin, ég er svona manneskja, ég er svona. Hjálpraðið fólkið í því að með leyfi Guði þínum að skilgreina þig. Þú ert ástmögur Guðs, hann elskar þig, hann elskar þig. Hann elskaði. Ef við höfum einhvern mælikvarða á það hver er þroski, þá er það eiginleiki til að elska. Ég líti fyrir að tala kirkjusöguna þannig sé að kannski ekki alveg mitt tæki sem ég notað mest. En það segir frá því að Jóhannes var svo einn af postulinn Lambsins sem var ekki fórnað. Hann var alltaf að segja við lærisveinana sína lærisveina, elski hvern annan. Elski hvern annan. Sem var hann spurður, akkur er þetta alltaf að segja okkur að elska hvern annan? Akkur getur ekki sagt neitt, akkur er alltaf að segja okkur að elska hvern annan? Það er því að Jesús sagði okkur alltaf að elska hvern annan. Hann var alltaf að segja okkur að elska hvern annan. Síðan segir sagan frá því, það var einhver ungur maður sem viltist frá Guði sínum og Jóhannes fór þar sem hann var, komin í einhver spillingadíki, komið tilbaka í það sem hann byrjar að verða örlagatrúar, að halda það að af því að ég er svona og ég skilgreini mig svona og af því að pabbi var svona og ég kem frá þessum bóndabæ og pabbi átti svona ljótan Volvo eða Land Rover að þá er ég svona. Hann fór hann kom inn á hann stað, hann sagði, sonur minn, ég elska þig. Já, hann fór bara með honum. Kraftur í fagnaðarerindið til þess að ummóta þá sýn sem við höfum, til þess að leyfa sér að komast á þann stað að vera kennanlegur. Ef ég myndi tala við ykkur eins og við segjum þetta, hvernig getum við tekið á móti einhverju ef við notum ekki, ef við myndi kasta til þín körfubolta, ef við myndi henda körfubolta til Begga út í sal, ef hann bara er svona, þá fær hann í andlitið, það er ekkert þægilegt, þetta er frekar þungur bolti til að fá svona beint í andlitið. En ef við tökum hendurnar og grípum, það er leiðin til að fá sendingu í körfubolta. Það er eins með þetta hér, vinir. Hvernig tökum við á móti frá Guði? Ég byrja að myndi segja við ykkur núna. Og það er bara svona örfáir lyklar sem ég hef lært á 30 árum. Og hversu mikið þegar fólk er að segja við mig, eða kemur erlendis og það er að segja við mig, Benedikt, veistu það, ég er búin að fá Bill Johnson, hann er búin að bíða fyrir mér og það gerist ekki neitt. Síðan var ég og Reinhard Bonke og ég fikk special invitation hann á bakvið rétt árun á dó þegar hann var allra smurðastur. Og það gerist ekki neitt.
Og síðan fór ég á Benny Hinn ráðstefnu og það voru allir sem læknuðust nema ég að því ég svona sérstakan sjúkdóm, sérstaka lifrarbólgu, C, B, típu, undirtípu, D1. Over to you, gerðu núna eitthvað í þessu. Frábær grunnur, takk fyrir að segja mig þetta. Ég myndi segja við þig, hvernig ópenbarast hjálpræði, þá er það svona. Leða ég myndi segja, sko við erum pæla hérna, þess að við fyrir að skoða hérna í Jóhannes 3:16. Við erum í Jóhannes 3:16 og við viljum að lesa hérna Jóhannes 3:16, þá komin hugur flestra, þá komin hérna, ástæði svo elskað, Guð heimsög, gafst hann, ekki skemmtikli, hversu græma drúglega, skilur eiginlega líf. Veistu að þú ert að fá körfuboltan í andlitið þér. Hjálpræðið fólgið í því að trúin í núinu, að heyra. Faðir minn í trú, hann hringdi í konu sem að var svona, hún var svona mamma pastorana í Hollandi á sínum tíma. Hún kemur þarna sem ungu maður og hún kemur á samkomuna og hún gat ekki hitt hana því það var allir pastorarnir sem þurfti að knúsa hana, sko. Allir elskuðu hana. En hún hafði ekki getað gert neitt út af hjartasjúkdómi í 5 ár. Og hún, síðan samkoman, síðan var hún þreytt, síðan fór hún heim, fullorðin kona, og hún bað Guð. Gerðu það að verkum, láttu unga mannin hringi í mig. Faðir minn í trú, hann fer og fær, fyrir á sig kona. Fær símanúmerið hjá henni, þannig að allir vissu alltaf að hringi hana. Hann hringir í hana, hann deilir með henni reikningum. Hann deilir með henni reikningum sem hún kunni utan af áður en að fæddist. Hann sagði hana, hlustaði á þetta eins og þú aldrei heyrt þetta áður. Hún var búin að biðja þessar reikningar á hverjum degi í 5 ár, akkurat reikningarna sem hann deildi með henni. En núna hlustaði hann eins og hann aldrei heyrt áður. Hann sagði hana, við þurfum að deila með henni 3 reikningum. Símtalið var í 2-3 mínútur. Herðu, farðu á spítalann og fáðu tjekka að það er ekkert að þér. Hún fór að ferðast eftir það. Sjáðu til, við búum á tíma og við lifum á tímum á Íslandi. Það sem að segir, ég man ekki nákvæmlega hvernig íslenska þýðingi segir þetta, en hope deferred makes the heart sick. Eða von sem opinberast ekki gerir hjartasjúkt. Okkur finnst orguðs hafa ekki. Okkur finnst fyrirheitin hafa ekki opinberast. Sjáðu til, það er að koma nýr grunnur undir kirkju Jesú. Það er nýr grunnur sem er að opinberast. Jæja, gefn, við skulum að færa okkur hérna yfir á annað Kórinthubréf 4:1 til 4, alveg nóg. Sjáðu til, það eru 2 þættir sem að fyrst og fremst opinberast í þessu sem að þurfa að vera kipt í liðin. Að Guð fá að gera meðal okkar til þess að Jesús fái kirkju sína tilbaka. Það er annars vegar við skiljum réttlætinguna og við látum ekki bjóða okkur einhverja tóma vitleysu. Og að leiðtogar nái að höndla hvernig ráðstöfun Guðs er. Við erum ráðsmenn margvíslegra náða Guðs. Öll okkar. Við erum ráðsmenn margvíslegra náða Guðs og það er okkar hlutskipti. Það er okkar hlutur að höndla það sem Guð hefur gefið okkur. Guð gefur ungum mönnum og ungum konum náðagjafir, köllun, allan anda sinn ómælt. Og það tekur lífið svolítið stutt að læra að ganga þetta út. Þetta er ekki meint sem ákæra gegn kirkju Jesú. Við þurfum að komast á nýjan stað. Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, látum við ekki hugfallast. Við höflum allir skammalegri launung. Við framgöngum ekki með fláttraskapni fölsum orð Guðs, heldur birtu við sannleikann fyrir augliti Guðs. Skírskotum við til samnisku hvers manns sjálfa oss. Fyrst við höfum þessa þjónustu af hendi fyrir að Guð gaf okkur ekki það sem við áttum skilið, heldur Krist. Grunnurinn sá. Þetta er skilgreining Nýja testamentisins á miskunn. Sakir uppreisað Jesú Krist. Þá látum við ekki hugfallast.
Við höfnum allri skammalegri launung. Hvernig ferðu í skammalega launung? Með því að vita ekki og í þessari meðvitund að þú ert réttlætur eða réttlætt. Við framgöngum ekki með flottraskap. Hvað er flottraskapur? Við sjáum þetta með leiðtoga og þetta meðtekið með leiðtoga. Þú segir eitt en til þess að fá annað fram. Þú talar í prívat ákveðinni síðan opinberlega öðruvísi. Og við svona hyljum yfir þetta, við kölkum yfir þetta. Já, hann sagði okkur að vera kænið sem höggorman og flekklausir sér dúr. Hann sagði okkur ekki að ljúga. Hann sagði okkur ekki að ljúga. Heldur að tala sannleika hvort við annar. Við tölum sannleikan hvort við annað. Við erum ekki að reyna að segjum þetta hérna því að við vitum að hann vill heyra þetta og segjum eitthvað annað staðar og svona vélum okkur áfram og brosum einhverju Colgate smæli í gegnum þetta. Þannig hegðun opinbera þetta að viðkomandi leiðtogi hefur ekki skilning á því að Jesús býr inn í okkur. Og þegar Guð flutt inn í okkur, þá ætlaði hann ekki að hafa eitthvað arrækt hús. Hann megnar að fullna góðaverki sem hann byrjaði innra með okkur. Og þetta er það sem við áttum okkur á. Biblían segir talar fimmföldu þjónustuna, við séum að hinn trúaði sé akurlendi Guðs. Og hvað gerir við akurlendi? Þú plægir það upp. En við erum líka hús Guðs sem gefur okkur ótta Guðs að ég ætla ekki að ég messa ekki við þau. Ég ætla ekki að messa við Guð þeirra. Guð á kirkju sína. Jesús borgaði fyrir þetta. Hann má bara eiga kirkju sína. Er það ekki þannig? Fjölskylda mín er hérna, kona mín er hérna, börnin mín er hérna, -1, minnsta örverfið. Ég á ekki börnin mín. Ég á ekki eitt stykki konu sem er svona eign. Ég á ekki einu sinni sjálfa mig. Ég er ekki minn eigin, ég verði keyptur. Og það er þetta fallega sem við getum upplifað. Þessi friður sem er æðri öllum skilningi. Þessi friður sem eyðilegur væjaran eða afhverjaran. Af hverju? Og hvernig er afhverju? Getum við skilgreint afhverju? Að við fáum að lifa í friði sem við skiljum ekki. Bara af hverju hef ég friði? Ég bara veit það ekki. Kærleikur sem er æðri öllum skilningi. Bara, þú ert Guð. Við köstum þessum áhyggjum á hann. Þegar við upplifum hennan kærleika, þá köstum við þessum áhyggjum á hann að því hann ber mikið fyrir okkur. Hann elskar okkur fyrst og þá köstum við áhyggjum okkar á hann og við köstum því til hans og hann kemur aftur með kærleika sinn. Og það er þessi hringrás að við göngum fram í stöðugu sigurför með Kristi Jesú, drottn okkar. Að því að við lifum í andanum þá bara er ekki hægt að uppfylla gerund tólsins. Við þurfum ekki að lifa í undir okkur. Það er það sem er svo fallegt. Við framgöngum ekki með fláttraskap eða nýja fölsum orð Guðs, heldur birtu við sannleikann, við opinberum sannleikann, við sýnum sannleikann. Afi minn í trú, T.L. Osborne, hann var með konu sinni rétt eftir stríð, seinna stríð. Fór hann til Indlands og hann fór og ætlaði að sýna múslimunum að Jesús væri sonur Guðs og þeir sögðu hann, sanna okkur að Jesús er sonur Guðs. Það var nú ekki vandamál fyrir T.L. Hann kom frá Texas og hann átti Biblíu og stóra meira að segja. Hann fór í Jóhannesar Guðspjall og sannaði fyrir múslimunum að Jesús væri drottinn. Þeir drógu upp alveg jafn stóra bók og sögðu hann hún var líka svarta lit og hann sögðu bara að Jesús væri ekki drottinn. Þeir fóru sem ung hjón rétt eftir stríð til Bandaríkjanna aftur. Niðurbrotin, algjörlega hafa mistekist. Lítil kirkja sem notaði alla sína fjármuni til þess að halda þeim úti í Indlandi. Nú komu þau tilbaka og þetta voru bara mistök. Og T.L. sagði í ævisögu sinni að þetta var mikilvægasta moment lífsans eða tími lífsans. Að hann skildi hafa uppörvað þau. Hann sagði þetta er ekki búið. Við þurfum að byrja. Mörgum árum seinna var hann að predika í Indlandi. Og hann
var búinn að fara í gegnum ákveðið ferli með það sem Jesús var búinn að birtast honum og sýna sjálfan sig og búinn að vera í orðinu og skilja hvernig ráðstöfun Guðs var, heyrandi fagnaðarerindi stöðulega og það var hellingur á fólki og það var enginn sem læknaðist. Og minn maður var nú ekki ánægður með þetta því hann skildi það að Guð ætlaði að fylgja eftir fagnaðarerindinu og hann sagði, ég predika að þú gerðir ekki kraftaverk. Og Guð sagði hann, ég veit ekki hvað þú varst að gera. Þú varst að útskýra eitthvað, en þú lýstir engu yfir. Predikun að lýsa hlutunum yfir. Daginn eftir þá predikaði hann fagnaðarerindum upprisin Jesú Krist. Það voru fleiri vörubílar sem komu til þess að taka burtu hækjur og hjólastóla. Við opinberum sannleikann. Við þurfum ekki, það er ekki hægt að útskýra upprisuna. Það er ekki hægt að útskýra. Já, nú skil ég upprisuna hana. Hvernig, já, hennar upprisan. Hann kemur frá dauðanum yfir til lífsins og síðan er hann hrifinn upp og aðdráttaraflið það gefst upp fyrir sólkrafti himinsins. Ég er með þetta. Þetta er alveg kýrskýrt fyrir mig, núna veit ég þetta. Við tökum við þessu í trú og við heyrum þessa sögu aftur og aftur og aftur. Og það ef ég ætti að segja ykkur, ef það er einn staður þar sem að óvinurinn vinnur á, þá er það að reyna að leiða okkur á þann stað að við heyrum ekki í núinu. Þessa fallegu sögu frá Jesú Krist frá Nasaret. Þetta er ein saga. Trúarbrögð heimsins, það eru þúsundir af boðskupum í hindúisma og buddisma og þúsundir af sögum og alls konar boðskupum og síðan fyrir við inn í kirkju Jesú og það er rosalega margir boðskapar, síðan kemur inn í himininn og þá sérðu það er lamb Guðs sem tók burtu synd heimsins og þetta er eini boðskapurinn sem himininn hefur upp á að bjóða. Sjá lamb Guðs. Jóhannes fór alveg, það er engin verður til að opna bókina og fór alveg þarna og byrjaði bara að gráta og síðan kom engil til hans og sagði, hei, sjá lamb Guðs. Það er verðugt. Ljónið að Júda, okkar Guð, freistað á allan hátt en án syndar. Sjáðu til í nýja sáttmálanum, þá komum við fram fyrir Guð með tómhönd og presturinn sjálfur hefur fórnað sér. Hann er æðsti prestur að hætti Melkísedek, ég ætla ekki að fara í það vers tímans vegna. Hann er æðsti prestur að hætti Melkísedek og hann fórnaði sjálfum sér. En nú eru við orðnir prestar og við borðum fórnina. Mitt hold er sönn fæða og mitt blóð er sannur drykkur. Það sem að hræið er eða líkaminn er, þar safnast saman ernirnir. Við tökum og við borðum þetta hold og við drekkum þetta blóð. Við fáum í okkur þetta líf og við lifum og ríkjum með Kristi Jesú. Þetta er svo einfalt. Þetta er svo einfalt og það er oft hugsað, akkur gerir þetta svona flókið? Af því það er fagnaðarerindi í einfaldleika sínum sem straujar út þetta flókna, þetta sem er undið upp á, sem að reynslan hefur kennt mér að sé raunin, það sé einn æðsti raunveruleiki. Það heitir forlagatrú. Ég sagði hann. Í raun og veru, þetta er orð sem ég segi til þín. Í raun og veru, þá er það þessi meðvutund og trú. Jesús dó á Golgata, en það er til æðri staður. Það er til meiri staður. Það er til staður sem er kröftur en blóð Jesú. Sá staður er ekki til, en ef þú horfir á hann, þá lendur í ánni. Það er engin æðri staður. Ég er að horfa á, svo sem er að horfa, ég horfa á berg, ég er að horfa á lind. Ég segi við þig,
Það ennþá von. Það ennþá von. Berg og lind. Það ennþá von. Það ennþá von. Það ennþá von. Það ennþá von. Og þú komið til hinn lifasti steins. Og þú mótast sjálf sem lifandi steinn í húsi Guðs. Þú reynt að menn eru briskir. Þú reynt alls konar. Þú reynt alls konar. En Drottinn hann elskar þig. Við gefumst ekki upp á konu Jesú, það? Við getum ekki gefist upp á eiginkonunni sem hann eitt með, sem kirkjan. Það sem hún situr, það von. Það von. Það lifandi von. Og þú þarft ekki að búa hann til í hjartanu þínu. Þú ert krossfest með Kristi. Sjálf lifir ekki framar. Þetta lifir Kristur í þér. Korinthubréfið, við skulum ljúka þar. Korinthubréfið, 11. kafli, vers 1-4. I'm gonna hit the road running. Já, nú eru, ég held þessi textin sé nú ekki réttur hérna upp á vöxnum, en það alltaf leið. Og þið vilduð umbera dálitla fáviska mér og postuli að tala falspostula. Og hann segir hérna, og þið vilduð umbera dálitla fávisku hjá mér. Og já, vissulega umberiði mig. Ég vakti yfir mig afbrýðu Guðs því ég fastnaður einum manni Kristi Jesú. Einum manni Kristi og vill leiða fram fyrir hann hreina mig. En ég hræddur að eins og höggormunum tældu efið með flarsinni skókunu hugsanir ykkar að spillast frá hreinni tryggð við Krist. Burt frá einlægni og hreinni tryggð við Krist. Og það myndi umbera dálitla fáviska mér. Það voru svo allir svo rosalega klárir. Allir hinni voru svo rosalega klárir. Jú, vissulega umberiði mig. Ég vakti yfir mig afbrýðu Guðs og ég fastnaður einum manni Kristi Jesú. Sjáðu þið til, þegar við komumst í þetta barsli og við erum tilbúin til að heyra í núinu og byggja það ekki á því sem að við höfum áður heyrt, þá er svo heilagur andi svo ofsalega góður í því að sýna okkur hluti. Þetta er vers ég að lesa í frá 30 ár eða 25 ár þegar ég fekk opinberun að því. Sjáðu til hvað er predikun. Versið segir okkur það. Það er trúlónarringur. Ég fastnaður einum manni Kristi Jesú. Það er trúlónarringur sem stendur ekki pastor þetta eða apostoli hinn. Það er trúlónarringur sem að þjónustan, fimmfalda þjónustan dregur hendi hins trúaða. Fingur hins trúaða. Þú tilheyrir Kristi Jesú. Það sem stendur inn í hringnum er Drottinn Jesús Kristur. Þú tilheyrir honum einum. Þannig ertu fastnaður honum. Það myndi við umbera dálitla fávisku hjá mér. Já, vissulega umberiði mig. Ég vakti yfir mig afbrýði Guðs, þetta er munurinn. Ég fastnaður einum manni Kristi og við leiða hann fram sem hreina mig. Oft á tíðum hugsaum við, já, ógeðslega ljótt og við metum allt út á myrkri og annarkvort ljós eða myrkur. Hvað er falspostuli? Vond manneskja, ekki postuli, vondukall, ræðileg manneskja. Nei, það er einstaklingur sem skilur ekki ráðstöfum Guðs í langflestum tilfellum. Jafnvel biður og grætur og Guð svarar bænum viðkomandi. En hann heldur að við ætlum að fara að byggja kirkju með því að fastna fólk kirkjunni, festa fólk einhverjum söfnuði, læsað inn í einhverjum söfnuði. Það er svo skrítið. Sjáðu til því ég var svo heppinn þegar ég var 16 ára var ég sjálfráða. Ég er það gamall. Nú er það 18 ára. En síðan tökum við á móti Jesú, förum í kirkju og missum sjálfræðið. Þessi tími er lokið. Þessum tíma er lokið í kirkju Jesú á Íslandi. Þessi tími er lokið að það sem að fólk missi sjálfræðið sitt. Það sem það er tekið og læst inni. Ef ég hefði verið á Spáni, ef ég hefði notað aðferðirnar sem eru notaðar í því kirkjulega umhverfi sem er þar, þá er ég sjálfsagt með 200-300 manna fangilsi sem ég myndi kalla kirkju.